change my situation. Cause that liar comes to rob my joy. Yeah, I'm bruised, but I'm not destroyed. I'm rising like an army, and you're gonna hear the sound. I'm calling the angels down. I'm storming the gates of hell. Tell the devil he don't own my soul. I'm taking back what the enemy stole. I'm raising the battle cry. I'm holding the banner high. With the power of the Holy Ghost, I'm taking back what the enemy stole. Oh, you can't speak your lies over my family, no. You can't break the promises that I'm standing on. Ain't got a flex to put you back in your place now. One name is all I gotta say, Jesus. I'm calling the angels down. I'm storming the gates of hell. Tell the devil he don't own my soul. I'm taking back what the enemy stole. I'm raising the battle cry. I'm holding the banner high. With the power of the Holy Ghost, I'm taking back what the enemy stole. I'm taking back what the enemy stole. We're done with all the mind games. You try to play if it ain't clear yet. I want everything you took from me. In the name of the one who is peace, the one who heals all disease. The only reason that I am free, that name is Jesus, Lord of lords and King of kings. Jesus, the name that makes the demons flee. I want it all now. We're taking it back now. Yeah, you know it's going down when you hear the sound. I'm calling the angels down. I'm storming the gates of hell. Tell the devil he don't own my soul. I'm taking back what the enemy stole. I'm raising the battle cry. Jæja, komið þið sæl og blessuð. Hvað segir þið gott? Er ekki glöð? Er ekki glöð með Guði eða? Hefur lífið eitthvað breyst eftir að þið kynntust Jesú eða? Veitu hversu mikið frá skalanum 1 til 10 hefur lífið eitthvað breyst? Já, ok, er ykkur í það 9,5? Við getum breytið í 10 bara á örstögt, sko. Engin? Næ, ok, þetta er greinlega, eða þessi, 9,5. Yeah! Ertu komin upp í 10 núna? Já, það er ótrúlegt hvað Jesú, bara fyrsti parturinn á Jesú orðinu getur gerst. Við erum að fara að lofa hann í kvöld. Við ætlum að lofa Jesú. Jesú breytti lífinu mínu. Það er ekkert að deila neitt um það. Ef þið hittu mig fyrir 4 mánuðum síðan, þá hefðu þið bara snúið ykkur við og labbaði í hinn áttina. Og það var ekki út að ég var ljótur, það var bara vond ára yfir mér. Svo við höfum það alveg á hreinu. Við ætlum að lofa Guð, kýlum þetta í gang. Endilega lofið Guð með okkur, komið fram hérna og gerum eitthvað skemmtilegt og þetta er bara halleluja. Okkar, kom á Jesú! Þetta lag lífið mitt. Oh, everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah! Svo ég náðu þess alveg hversu mikið ég breytist. Oh, everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. Það allt breytt,
það ekkert eins. Ef við kynnumst Jesú eins og við talaðum í Biblíunni, þá verðum við hreinsuð að innan og það verður ekkert eftir af okkur. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. I cannot explain, nothing's more real than the presence of God. Only my heart experienced when my shame hit the wayside and my sin met the Most High. Oh, I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. No, it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Only been the blood. In your perfection, striving for acceptance. Let me tell you, it's all about blood. It's never been about deserving or earning. It's the gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's the gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy and holy, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. But does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood.
nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. The fount I know, nothing but the blood of Jesus. Ljúft það. Það bara fátt betra eða ekkert betra en að vera í lofgjörð og finna fyrir nærveru heilags anda og finna sig bara vera umvafin og knúsaður af Guði. Faðir okkar, skapari himins og jarðar, hann hefur áhuga á þér. Og í lofgjörðinu núna og í kvöld, það svona oft undirbúningu fyrir hjartað okkar, sálin okkar, hugsannar og allt saman. Það eru að undirbúa okkur fyrir að heyra Guðs orð. Og Óli ætlar að tala til okkar eftir. Þannig í lofgjörðinni þá oft sem að maður upplifi lækningu í hjartanu, lækningu í huganum, lækningu í líkamanum. Þegar maður bara svona kemur þá er það bara þú og almættið, faðir þinn, Jesús sem dó á krossinum. Og heilagur andi hérna til að tala til okkar og hvetja okkur uppörfa og elska okkur frá himninum. Amen. Heyrðu, endilega ef að þið sjáuð að fólk að taka á móti ykkur og í sjoppunni og hérna á sviðinu og í fyrirbæninni og við erum öll hérna í sjálfboðastarfi og við elskum að koma hérna, við elskum að fá að vera líka vitnisburðir en líka að vera að vitna því sem Guð að gera. Þannig endilega láta okkur vita, talið við okkur Hilmu eða Óla eða Maríu eða þið viljið koma að hjálpa til, mæta og það þarf að þrífa og taka á móti fólki, það er í sjoppunni, hellum á kaffi, svo margt sem að er hægt að gera. Sýnilegt og ósýnilegt. Baksviss. En Guð góður og hann hefur áætlun fyrir þitt líf og framtíðina og morgundaginn. Amen. Það er posi aftast, þannig endilega takið þátt í samskotum, takið þátt í að styrkja starfið og svo við getum haldið úti hérna með sæmt og svo ætlum við aðeins að biðja. Er einhver með fyrirbænarefni? Er einhver sem er með einhver í fjölskyldun sem þarf að biðja? Líkamlega lækningu, má ég sjá, einhver sem þarf líkamlega lækningu í fjölskylduna. Er einhver samskipti sem Guð þarf að grípa inn í? Samskipti, ástvina, vina, barna, foreldra, systkina. Þannig að standið núna öllu upp, hugsa þessa einstaklinga sem við þurfum að biðja fyrir og þið komið, gerir bara svona. Nú kem ég með Siggu hérna fram fyrir þig, Drottinn. Hún þarf á þér að halda. Þannig að þetta er svona tákrænt að bara líta henni fram fyrir. Í
Ég þakka þér Drottinn það sem þú ert að gera hér á meðal okkar Drottinn og ég þakka þér að þú ert að snerta við fólkinu sem inn í salnum. En við komum núna til þín og við treystum þér Drottinn algjörlega fyrir ástvinum okkur og þetta fólk sem við erum að hugsa núna að það hvar sem það í heiminum eða hvernig það statt þá biðjum við Drottinn að snerta við þessum einstakling og ég biðjum komið lækningu inn í huga og hjarta og ég biðjum þinn vilja inn í líf og það einstaklingar sem þarf að komast í meðferð, það fólk sem þarf að komast til læknis, það fólk sem þarf að fyrirgefa og ég bið fyrir öllum þessum einstaklingum og við treystum fyrir þessum fólki sem við erum að hugsa alls konar fólk og vinir og ástvinir og við biðjum þinn vilja inn í líf þeirra svo á jörðu sem á himni í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að gefa Jesú allt. Hvern einasta hlut. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have it all. To you I bring my praise, my lips, my song. Living sacrifice is one reborn. Your life is now my own. Your will is what I want. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Then and in now, to praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. All blessing and all honor, all majesty and all. Jesus, have it all. Jesus, have your church, your love, your bride, the joy for which you freely give. Radiant in light, washed and purified. Jesus, have it all. Jesus, have your word, your due, your song, the praise of every nation, tribe, and tongue. Let all that has been made glorify. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praises of the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all.
Jesus, take it all. Jesus, take it all. Jesus, take it all. Oh, I give you it all. All the pain and all the hurting, all my sin and all my shame. Jesus, just take it all. Taktu það í burtu. Ég gef þér allt, heilagur Faðir. Ó, ég gef þér allt. Ó, Jesus, gef þér allt. Ó, hann syngur fyrir ekki ég. Hann syngur fyrir ekki ég. Ó, I don't wanna gain the whole world and lose it. Wanna lose it all. I don't wanna gain the whole world and lose you. Don't wanna lose you, Lord. I don't wanna gain the whole world and lose you. Don't wanna lose you. I don't want all my life, all my days, have it all. I gave it all, God. All my days, all my life, have it all, have it all. All my days, all my life, have it all. All my days, all my life, have it all. All my days, have it all. All my days, all my life, have it all. Ef við gefum Jesú lífið okkar, ef við gefum Jesú daginn og dagan okkar, ef við gefum Jesú klukkutíman okkar, ef við gefum Jesú allt okkar, þá gengur lífið bara upp. Það er bara þannig. Áhyggjurnar sem við höfum er svona sjálfskaparvíti út af því við treystum ekki almættinu fyrir að leiða okkur áfram veginn. Og svo sjáum við eitthvað sem við skiljum ekki og við erum á móti því og við föttum það ekki að það er verið að vinna fyrir okkur. Það er verið að reyna að stýra okkur á stað sem að við sjáum ekki og skiljum ekki og við erum pirruð og ég er að bögga mig yfir því. Hversu oft hef ég verið á móti því sem er að gerast en síðan komist að þeirri niðurstöðu og það var það besta sem gat gerst. Hver var að vinna þá? Ekki var það ég, það var Jesú. Þannig eins og það segir í laginu. All my days, all my life, have it all. All my days, all my life, have it all. Mér
langar svolítið að við höldum aðeins áfram í þessu, sorry, ég taka aðeins stjórnina. All my days, all my life, have it all. Þegar við viljum gefa honum allt sem við eigum. Ekki bara einhvern part af því, ekki bara syndin okkar og ekki bara allt sem við höfum einhvern veginn klúðrað. Heldur við líka gefa honum gleðin okkar. Við viljum líka gefa honum hamingjun okkar, við viljum gefa honum kærleikan okkar, við viljum fá meiri kærleik frá honum til þess að gefa frá okkur út í heiminn. Það stendur nefnilega líka í þessu lagi, það stendur I don't want to gain the whole world. Ég vil ekki eignast allt í heiminum og tapa honum. Það er eitthvað sem ég vil bara ekki gera. Í gegnum allt myrkrið sem þið hafið farið, þá hafið þið kannski mögulega farið inn í myrkrið og hreinlega mist sjónina á honum. En hann sá ykkur alltaf. Og þess vegna þurfum við alltaf að opna þessa blessuðu hurð af því að húnnin er hjá okkur, krakkar. Við þurfum að hleypa honum inn. Það erum við sem tökum það skref. Við veljum að labba inn í myrkrið af því að það kemur eitthvað upp á. Hvað gerðist? Hver er rótin fyrir því að ég ákvað að fara inn í myrkrið? Hvað er það sem leiddi mig inn í myrkrið? Af því að það er oft bara, fyrir suma er það hreinlega, ég var 7 ára og ég fékk flís í puttan. Að meina aðrir lenda í einhverju stórkostlega fáránlegu. Eitthvað sem við eigum bara helst ekkert að upplifa. Fólk sem upplifir stríð, fólk sem missir börnin sín, fólk sem missir makan sín, fólk fara krabbamein og missir einhvern veginn trúna og dettur inn í myrkrið. Þannig að I don't wanna gain the whole world and lose you. Don't wanna lose you, Lord. Leyfi honum að taka utan ykkur. I don't wanna gain the whole world and lose you. Don't wanna lose you, Lord. Oh, I don't wanna gain the whole world and lose you. Don't wanna lose you, Lord. No, I never wanna lose you. Don't wanna gain the whole world and lose you. Don't wanna lose you, Lord. No, no, no. I don't wanna gain the whole world and lose you. And lose you, Lord. No, no, no. I don't wanna gain the whole world and lose you. And lose you, have it all. All my days, all my life, have it all. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Við gefum allt sem við viljum og við viljum fá að fylgja þér. Takk, Jesus. Halleluja. Takk.
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing. Hey, and all my life you have been faithful. Hey. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of my God. And I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing
of the goodness of my God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Tack Jesus. Í þinni nærveru Í þinni nærveru Þinn helgi andi lifir í mér. Takk Jesus. Ég fell á fótum þér Ég fell á fótum þér Þitt helga orð talar til mín Því ég vil dvelja hjá þér
og sérhverjum hér í kvöld, heilagi Faðir. Takk fyrir að við þurfum ekki að vera án þín. Því án þín erum við bara, eiginlega bara ekki neitt, sko. Ég veit allan að ég mun meira næs þegar ég í Guði og ég leyfa Guð að vera í mér. Ég samt yfirleitt næs, sko. Líka þegar ég pirruð þá ég svona astnalega pirruð. Ég veit það. En það sem við þurfum bara að gera að sýna kærleika. Það sem við þurfum að gera að hleypa Guði inn í lífið okkar. Það sem við þurfum að gera að leyfa honum aðeins að taka meiri stjórn heldur en við vinnum. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Syngjum einu sinni enn saman viðlagið Ég vil dvelja hjá þér. Erum þið tilbúin í það? Og syngjum það hátt. Við viljum hafa lítið spilað undir. Ég vil dvelja hjá Lofgjörð okkar til þín. Ég ekkert án þín. Ég ekkert án þín. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jesus. Halleluja. En gjör ís á fætur öll og biðja. Halleluja, Faðir, bara takk fyrir nærveruðina, takk fyrir að þú ert hér, Drottinn, fyrir þinn heilaga anda. Takk fyrir að þú ert að snerta við fólki hér í kvöld, Drottinn minn. Ég bara biði fyrir einum og sérhverjum sem hér inn í dag, Drottinn. Öll erum við með eitthvað þarfir í líf okkar. Við erum líka fulla þakklæti, Drottinn, fyrir það sem þú gert í líf okkar. Ég biði bara blessun og varðveislu í líf allara sem eru hér, Drottinn. Þeir sem eru að koma hér í fyrsta skipti, Drottinn, og kannski þekkja þig ekki nema afspurð, Drottinn. Kannski hefur verið eitthvað góð ilmur þinn sem hefur verið inn á fundum með annar stað, þú sé breytingar á fólki og langar að vita hvað þetta er, Drottinn. Og ég biði bara að þú komir inn í líf þessa einstaklinga, Drottinn. Leiðum að finna hver þú ert, Drottinn. Gefðu með þennan frið sem við öll þráum í líf okkar. Frið sem æðri öllum skilningi okkar, Drottinn. Kærleik og elsku sem að maðurinn kemur aldrei til með að skilja, Drottinn. Takk fyrir að þú ert hér til þess að mæta okkur, Drottinn. Til þess að koma inn í líf okkar, Drottinn. Þú sem ert hér í dag og Drottinn, þú bara biður að tala til þeirra sem eru yfirfullir af kvíða og ótta. Hræðslu við þetta, hvað sem þið er, Drottinn, fíkna, hvað það er sem í lífið þeirra, Drottinn, að þá kemur þú inn í þær kringumstæður. Þú kemur með lækningu, þú kemur laust, Drottinn, þú byggir upp það sem brotið er, Drottinn. Þú endurnýjar það sem ónýtt er, Drottinn. Og ég biði bara, Drottinn, núna í kvöld megi vera nýr tími fyrir einstaklingar sem inni hér í kvöld, Drottinn. Megum við snúa augu okkar, hjarta okkar til þín fullkomlega, Drottinn. Eiga samfélag við þig, tala við þig á hverjum einasta degi. Allt sem við erum að berjast við getum við lyftið þín. Og þá mun þinn friður sem æðri öllum skilningi varðveita hjarta okkar og hugsanir í þér, Kristur Jesús. Við elskum þig, Jesús, og við þráum það eitt að fá að lyfta upp þínu nafni. Gera það í kunnan. Takk fyrir að við sitjum á sannleikanum, Drottinn. Gefðu okkur kraft og styrk og þor, Drottinn, að fara út og gefa öðrum, Drottinn. Fólki sem hérna úti og að þjást ennþá, Drottinn. Faðir minn, settu hjarta í hjarta okkar, hjarta þitt, Drottinn. Þína, Drottinn, þrá fyrir alla einstaklinga, Drottinn, sem ennþá hérna úti, Drottinn. Kennt okkur að gefast ekki upp á fólki, Drottinn. Hjálpa okkur, Drottinn, að sjá alltaf vonina. Alltaf styrkin og stuðningi sem finnst í þínu orði, Drottinn minn.
gerð okkur að læri sveinu þínum drottin. Við þráum að vera þínir læri sveina drottin og gera þau verk sem þú gerðir hér á jörðinni. Leggja hendur við sjúka, þeir munu vera heilir drottin. Það stendur í orðinu og við þökkum fyrir drottin. Náðina þína, miskunn þína, kærleika þinn og elsku þína í Jesú heilaga nafni. Í Jesú nafni. Amen. Vá. Þvílík lofgjörð. Ef ekki að syngja þetta eins og þetta er svo ofboðslega. Ég vil dvelja hjá þér. Og ég ekkert án þín. Ég vil dvelja hjá þér. Takk drottin minn. Takk fyrir lofgjörðina drottin. Takk fyrir lofgjörðina drottin. Takk fyrir að þú ert hér drottin. Opnaðu hjörtu fólks í kvöld drottin. Að taka móti því sem að þú er fyrir okkur í kvöld drottin. Þú vilt okkur bara það besta. Bara það besta er nógu gott fyrir okkur. Þetta er yndislegu frelsari. Takk fyrir krossgönguna, takk fyrir að ganga þessa leið, þrautagöngu á krossin til þess að við getum eignast líf og lífi fulleignaði. Allt sem við höfum verið að berjast við, allt sem við höfum gert, allt sem við komum til með að gera. Þú greiddir skuldabréfið að fullu í eitt skipti fyrir öll. Takk Jesús. Vá, þvílík lofgjörn. Þetta er bara... Þetta er eitthvað annað. Það er svo, þetta er örugglega, þetta er náttúrulega bara það besta sem til er. Það er að dvelja í lofgjörð og finna fyrir þegar Guð er að snerta í hjarta okkar. Við getum verið með alls konar skoðanir á trúnni. Við komum hérna inn og við fáum að upplifa akkurat þetta eins og við erum búin að fá að upplifa í kvöld. Við finnum að það er eitthvað, þetta er eitthvað öðruvísi. Maður finnur fyrir kærleika Guðs í lofgjörðinni og þegar maður játar með orðin út og það er svo mikið þetta þegar við erum að lofa Guð að við lofum hann í anda og sannleika og svo er eitt hlutur í viðbót sem er rosa mikið, það er í skilning að við erum að skilja það sem við erum að setja út úr okkur, það sem við erum að tala út að því að orðin, þetta tungan er minnsti lemur líkamanns, en hann er eins og hann á starfi sjálfstýringu á stærsta skip í heimi. Skilurðu, tungan hún er stórhættuleg, hún er hérna til helvítis því er að skipta. Þetta er spurning hvernig við notum hana. En við notum hana á jákvæðan hátt og lofum Guð það sem gerist, það gerast kraftaverk í líf okkar. Og það sem ég langar svo að tala um í kvöld, það er búið að liggja svolítið á mér, að ég ætlaði að geta að tala í kvöld, en síðan það stefti þess að ég er að tala hérna, ég vonaði fyrir kemur það og ég sé stundum ofta hérna á sviðinu. En það sem að mér langaði til að tala um, það er hvernig við nálgumst Guð. Að því að við komum hérna á samkomur á mánudögum og fáum svona lofgjörð sem er bara á heimsmælikvarða, ég alveg að tala, þetta er bara á heimsmælikvarða. Ég er búin að fara allan heim á ráðstefnur og
Það bara, góðu predikari sem kom hérna, þekktu predikari sem ferum allar heim að predika, hann sagði við mig einu sinni að það sko, það eru til lofgerðarfólk sem er með gríðarlega hæfileika og það svona, það kannski stendur þeim svolítið í vegi, skilur, og hérna, það kannski miklu hæfileikar, góð tónlist, en svona það svona vanda pressun í að andinn fá að starfa. Og svo það með fólk sem er sko svona sæmilegt að spila og er að leggja allt sér fram að hérna lofa Guð og þá kemur þessi gríðarlega nærvera Guðs. En hann sagði þessu skrítið með ykkur þarna í United, þeir eru með bæði. Og það eru hæfileikarnir. Og svo fólk sem er svo yfirfyllt af Jesú, að það þráir það eitt að koma þess áfram til okkar. Og við erum oft að tala með lofgerðarfólk, sko, sem er ekki að sviðin endilega bara fyrir sjálfan sig, heldur til þess að leiða okkur áfram inn í lofgjörðuna. Og Guð er þríeinn Guð, hann er Guð Faðir, hann er sonur Jesús Kristur og heilagur andi. Og það sem er að eiga við hjarta okkar þegar við erum í lofgjörn, við finnum þetta er eitthvað gott, það er eitthvað sem er að gerast. Stundum finnum við sársauka, stundum byrjum við að gráta, við vitum ekki hvað það er. Stundum þurfum við að teygja okkur upp í himininn, sko, við erum komin upp á tábergið okkur og langar svo að nálgast drottinn. Það er þessi kærleikur og elska sem umvefur okkur í gegnum lofgjörnina. Og það sem gerist í lofgjörninni, að það er svona ískrar í þegar hjarta okkar er opnast. Mörg okkar eru búin að vera með hjarta lokað í mörg ár og eigum erfitt með að hleypa ykkur þar inn. Og í lofgjörninni þá kemur þessi smurolía á lamirnar á hjartanu til þess að opna það. Skilur, ég segi það sé oft eins og að starta síldaverksmiðjuna á Siglufirði aftur eftir 40 ár, skilur, þegar tannhjólinn byrja að ískra í þeim. Og það er nákvæmlega sama með hjarta okkar inn í lofgjörninni. En það er svo gott við finnum, eins og gerðist núna í lofgjörninni, þá maður finnur það svo sterkt í andanum. Það sem gerðist í lofgjörninni núna, þá opnast hjarta fólks. Og þú tilbúin kannski, fyrsta skipti þetta tilbúin að gefast upp. Þú finnur það bara, þetta er eitthvað sem ég þarf á að halda. Ég bara þarf á þess að halda. Og þú ert hérna kannski í kvöld í fyrsta skipti og ástæðan sem hún komst kannski að því það er talað um það þegar við erum búin að taka móti í trú og Jesú Kristur og fá að upplifa öll þessi kraftverk sem Guð gert í líf okkar eins og hann gerði í mínu líf og svo margar sem eru hérna inni hérna, þá það þrá okkar að gefa áfram til annara og stundum eins og ég segi oft við þurfum ekki að segja svo mikið heldur það stendur orðin að við séum góð ilmur Krists svona, þá góður ilmur kærleika, vináttu, frelsis og vonarinnar og það er það sem við þurfum svo mikið á að halda. En á sama tíma til þegar við göngum þessa leið að því það er svo gott að þetta er eins og í sporavinnunni, sko, við getum ekki, við kennum vannmáttin og allt það og við förum að vinna eitthvað stað, svo getum við ekki bara stoppað eitthvað staðar. Við þurfum að taka þetta alla leið, við þurfum að fara alla leið og það er sama þegar við tökum móti Jesú Kristi líf okkar, hann er með áætlun fyrir líf okkar, áætlun til heilla en ekki til óhamingju, vonaríka framtíð fyrir okkur öll. Hann er með hlaðborð fyrir framan ykkur að gjöfum sem hann er að gefa ykkur og vill nota ykkur í. Það er fullt af fólki hérna sem er með, skilur, gjafir sem að Guð eru opinbera í lífinu. Það er kannski komið til því en þú þorir ekki að segja frá því. Þið langar kannski að koma hérna fram og lyfta höndum og kannski þorir því ekki. Þið langar að koma til fyrirbænir og fá að heyra hvað Guð ætlar að segja við þig. Ég skoraði að gera alltaf þessu hluti. Við verðum að sleppa þessum játnum sem er á okkur. Og kasta þessu af okkur og ganga inn í það frelsi sem að Guð er fyrir líf okkar. Að því Guð er áætlun fyrir alla menn. Það er alveg sama hver það er. Hann þekkir þig betur en hann þekkir þig sjálf. Hann veit nákvæmlega hver þú ert, hver staðið enn er. Og þessi áætlun sem er komin í gangi í dag, að því við þurfum að ganga inn í áætlunina. Og það gerum við með þegar að taka Jesú Kristin, við tökum á móti Jesú Kristin líf okkar. Og það er grundvallar atriði og ég þreytist ekki að segja að áætlun sem er fyrir lífið, hún byggist rosa mikið á þér, að þú takir ákvörðun að fylgja Jesú Kristi. Alveg eins og Silvía sagði hérna áðan, að hurðahúnnin, við notum það mjög oft, þetta er svo góð mynd upp á þetta, að Guð er hinum meginn bara komdu Óli, opnaður, leið mér að komast inn. Það er hans þrá, Gunna, Sigga, Jón, Finnbogi, hver sem ert hérna inni. Guð þrá er að koma inn til þín, sko, en þú ert með lokað hurðina. Þú verður opna hana eins og Silvía sagði, húnnin þín megin, opna hana og þá kemur hann inn og þá koma allar þessar gjafir inn í lífið. Þá kemur þessi friður sem er búin að leita á allt þitt líf. Amen. Allt þitt líf. Og við getum ekki sitið í sorginni endalaust. Við verðum að leita okkur hjálpar og hann fáum við í faðmið drottinn Jesú Krist sem dó
fyrir kvíðaðinn, óttaðinn, hræðsluna, vanmáttakendina, fíknina, allt sem að gerast í þínu lífi og hefur verið að gerast í þínu lífi. Hann dó fyrir þetta allt til þess að við getum eignast þetta líf. Þú væri ekki inn í kvöld nema að það sé eitthvað sem það er eitthvað sem að hefur leitt þinga. Það er eitthvað sem gerir það verkum og kemur hérna. Samfélagi, ok, það er bara rosalega gott. Samfélagi er nefnilega gott. Og það er mikilvægt að eiga samfélagi. Og það minnir okkur það, við þurfum að breyta líf okkar, við þurfum að breyta þeirri göngu sem við erum á. Við verðum að hætta allum þessum hliðar ferðum. Ég segi ofta að nota Guð, setja Jesú bara inn í GPS-in, það er langt best. Ef þú ferð út af veginn þá leiðar þið alltaf inn á veginn að nýju. En þú verður með augun á honum, það er þangað sem þú ert að fara. Það er það sem þú ert vera. Hann dvelur með þér, hann er með þér alla daga, alltaf. En þú þarft að velja að opna fyrir þessi samskipti og það gerum við með bæninni. Og þegar ég er að tala um að nálgast Guð, við getum gert það svo margan hátt, ég setti niður nokkra punkta og sem að ég nanga að segja, tala þessum, það stendur í, segir Sálmon, sá situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttgóða. Og það er að dvelja með honum. Það er að slökkva á símanum, slökkva á útvarpinu, slökkva á öllu sem er í kringu, allt þetta áreiti sem við erum með alla daga og eiga það sem við kallum svona secret place, samskipti við Guð. Bara þú og hann. Og það er þá sem hann talar. Við bara pröfið þetta. Við tökum allt í burtu, allt áreiti sem er í kringum okkur. Ég þekki mann sem frelsaða maður, að hann fer alltaf inn í skáp, inn í fataskáp í svefnherberginu á sér. Og situr þar, þú veist, hún á skúffunum, situr það bara í svona niður og þar á hann stundin og búin að vera þannig í 30 ár held ég. Og þú veist að eiga þennan stað svona bara með honum. Það sem ykkar samtal, allt sem þið langar til að segja og átt erfitt með að segja, getur sagt við hann. Hann veit þetta allt. En þú þarft að koma fram með þessa hluti. Ég er að berjast í kvíða, ég er að berjast með áfengisfík, ég er að berjast í kynlífsfík, ég er með peningar, þú veist, alveg eins og þú voru að syngja hérna á, mér langar að eignast allan heiminn. En þú veist, við getum ekki þjóna tveimur herrum. Við getum ekki þjóna Mammon og Guð, það er bara ekki hægt. Og það er svo mikið að við fókusum á hann. Hann mun veita allt sem hann þarft á að halda. Hann er skaffarinn. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta, ekki neitt. En hann þarf þá að vera hirðirinn þinn. Það munir ekki bresta. Og þú ferði í alls konar orustur, þessi sálmur náttúrulega bara geggjað, við ætlum að predika hann einhvern tíðan út almennilega. Af því að hann er svo öflugur, hann er svo gríð, hann segir allt sem segja þarf. Hann situr það að borði með óvinnið þínum, hann hjálpar þig, hann styður þig, hann vendar þig, hann leiðir þig, hann læknar þig. Allt þetta kemur fram í þessum sálmi. Og það að því orð Guðs er svo ótrúlega öflugt. Amen. Þetta er sko tvíeggja sverð sko, sem smýgur í gegnum allt ef við lesum orðið og eigum samskipti við hann. Og það er það sem ég hvet ykkur til þess að gera. Og það getur verið erfitt að byrja að lesa. Mörgum finnst það erfitt að byrja að lesa orðið. En takk þetta bara hægt og rólega. Eitt góður maður sagði, þú veist, hann borða plokkfiskaði bein í honum, þá situr beinin til hliðar og heldur honum að borða. Og þetta er nákvæmlega að sagða með orð Guðs. Skilur mér þetta svo góð samlíking. Að það er eitthvað sem hún skilur ekki, ístu bara til hliðar og halda áfram að lesa. Af því að Biblían er raun alveg rosalega einföld, þess vegna er hún svona rosalega flókin fyrir okkur. Lestu Biblíunan, undirstrikaðu, auðkenndi eða skrifaðu út kafla. Ég man þegar við Laug vorum hérna frelsast árið sem Heklagaus og Ammafröðus handleikjalaus, það er svo mörg ár síðan, að þá gengum við með Biblíur. Þá var engin sími til heldur, svona farsími. Þá voru alltaf með Biblíun í hendinni. Og ég er svona að reyna að hvetja og reyna að hvetja sjálfum mig líka, að þetta er svolítið ökuskírteinið þitt, sko, Biblían. Ég veit við erum með hann í símanum og allt það, en veit það er bara svo mikilvægt til þess að smita út frá sér að vera með Biblíuna í bókinni. Lesa Biblíuna, læra að þekkja Guð. Það er gríðarlega mikilvægt. Og þá strika, mamma keypti svona sérstök svona umslög utan bókina, svona töskur, svo með litapenna, 4 tegundir litapennum og strikaði undir. Og það er rosalega magnað að skoða Biblíuna, eins og Biblíuna mína, sem ég átti síðan 89 eða eitthvað svoleiðis. Og þegar maður fer að skoða undirstrikan sem er í Biblíunni, þá kemur rosalega fljótt
í ljós karakter minn. Þú veist, köllun mín, hvað það sem ég er mín köllun? Að því Guð er með köllun yfir líf okkar. Hann vill að við séum að starfa í Guðsríkinu, við eigum að starfa í Guðsríkinu. Og ég held að það sé mjög mikilvægur hlutur að við lærum að þekkja köllunum okkar. Og með því að strika svona undir Biblíunum, þá er það áhugaverðir hlutir. Ég man litirnir skiptu máli hvað það fjallaði. Að því þetta er bara gríðarlega öflugur hluti þegar þú les Biblíuna, strikar undir, að þá manstu. Og ég held að við ættum að byrja aftur á því, að ganga með Biblíu. Þetta er eins og ökuskírteinið var í veskjunni, nú er það komið í síman, allt komið í síman. Og Biblían er mjög góð í síman þegar maður þarf á því að halda, en það er enn betra að vera með hana í prentuðu máli. Skrifaðu bæniðinnar á sérstaka minnisbók. Þetta getur verið fyrir aðra eða sjálfa þig. Eittu síðan tími í bæn, og það er mikið afhlutur að við biðja. Ég kalla bænina andardráttur trúarinnar. Við biðjum fyrir okkar eigin bænarefni, skrifaðu niður bænarefnin, og það er svo gott að skoða, ég man Ída sagði svo oft í Kanada, skoðaðu bænarefnin í bókinni þinni fyrir ári síðan, skilur, að því við erum alltaf að bíða eftir bænasværi, finnst okkur, við erum alltaf vera að Guð sé svo seinni að svara, en hann svarar á réttum tíma, ég get lofaði því, alltaf, en hann mun alltaf svara bæniðinum. Þess vegna er bænabókin mjög sniðug til þess að bæði til þess að minna mann á þegar við erum að biðja, og fyrir utan það að það er svo gott að sjá hvernig Guð komið inn í líf okkar og breytt líf okkar fullkomlega. Og þegar við erum að biðja, þá erum við að heyra líka frá Guði, að því Guð talar. Og bænin er til Drottins, það er svo mikið að þegar við biðjum til Guðs, að við hlustum á svarið. Að því Guð svarar alltaf, skilur við. En okkur finnst það stundum eins og þessi leið sér lokuð, hún er ekkert lokuð. Ef við erum trú honum, ef við erum bara að taka á móti honum inn í líf okkar, þá er okkar samtal alveg 100% örugt. Við þurfum ekki á neina ágjör því. En bænasvarið er ekki alltaf á okkar tíma, bara munum það. Þess vegna er gott að skrifa niður bænarefnin og bæði til þess að geta lagt það fyrir og beðið fyrir því daglega og sjá líka þegar Guð kemur og grýpur inn í líf okkar. Og ég get alveg sagt ykkur það að þegar ég kom út úr meðferðin minni í 2010 þá hafði ég nú ekki mikla trú á svona bænarefnum sem bæði ég var búin að biðja og aðrir í kringum mig voru búin að biðja fyrir mitt líf. En þeir allir hlutir áttu eftir að koma fram. Ég ekkert sem ég beði Guðum hefur ekki komið fram. Við biðjum náttúrulega samkvæmt hans vilja. En orðið segir líka að hann mun svara öllum bænum okkar. Hann mun veit okkur allt sem við biðjum hann Allt sem við biðjum, hann mun að veit okkur. Og munum það bara í bænin okkur. Þetta er líka fyrir þig. Þú ert kannski að hugsa núna að þetta er kannski fyrir aðra. En það er ekki bara fyrir aðra, þetta er líka fyrir þig. Og við biðjum án þess að efast. Og trú mín og trú okkar þarf að byggjast á það er 100% trú, 100% tryggð við Drottinn, það er 100% fullvissa að Guð grípi inn í líf okkar þegar við biðjum hann, annars væri ég ekkert að biðja. En það er líka gott að biðja fyrir öðrum og ég hveti Guð til þess að gera það. Svo er önnur leið til þess að þú veist eiga þetta, mér finnst svo flott orð the secret place, eða svona þessi leynistaðurinn sem opnir Guði, hann getur verið allstaðar, þú getur, ég meina, skoðu þið bara náttúruna, skoðu þið, labba upp í heiðmörk eða hvað sem er, ekki með neitt, nema kannski lofgjör og tónlist, og bara tala við Guð. Og það er þarna sem við náum þessari tengingu við Guð og náum sem samskipti við Guð sem er okkur svo mikið. Það gerist í lofgjörni, ég veit það gerist í lofgjörni, en þú veist það er tónlistina á fullt af fólki í kringu þig, en á þessum stað þegar þú ert til þess að ganga og skoða náttúruna, þessa yndislegu sköpun, þetta var ekki til í sprengingu, það er alveg ljósmáli eða horfið í kringum ykkur, þá ertu í bænasambandi við skaparann sjálfan sem skapaði þetta allt. Og hann elskar þessi samskipti. Hann elskar þetta samtal sem við eigum við hann. Það er ekki alltaf að fara inn á hnén og spenna greipar og biðja og loka augunum. Þetta er ekki þannig. Þetta er samtal, bara hvar sem er. Þú ert að labbi hvar sem það er. Og þá
ertu í sem samskiptum við Guð, af því að Guð heyri bæni þeirra. Hann þekkir hugrenninga hjarta þíns. Hann veit nákvæmlega hvað þú þráir og hvað þið langar til. Og veistu það, og ef við erum trúföst, ef við erum réttum megin við línuna, ekki inn í myrkrinu, heldur inn í ljósinu, að þá svarar hann hugrenningu þeim. Þá svarar hann þessum hlutin svo þráir svo mikið. Þú þráir fyrir fjölskyldið þína. Og það ég skrifaði líka niður þetta þegar við byrjum að lesa orgu, þá fyrir við að lifa, karakterinn breytist. Þú breytist. Foreldraðinni, fólki í kringu þeim fyrir að sjá breytingar á þér. Fólki fyrir að segja það fyrir að akta, fólk fyrir að hætta að blóta í kringu það er ekkert blót í kringu, segir bara, og ef eitthvað blóta í kringu mig þá byrja það fyrirgefningar, byrja mig fyrirgefningar. Skilur þið, ekki þú byrja mig fyrirgefningar, ef þú vilt ákalla djöfulinn þá skal þú gera það sko. Ef ég ætla að ná sambandi við Laufey þá segir ég Laufey, það ekki, í svona hóp. Hvað heldur að gerast því ég segi djöfullinn? Hann sperrir upp eyrunum leið sko. Þakklátur eitthvað sé að reyna að tala við hann. En hann er aumingi, þið vitið það, tannlaus aumingi, sem getur ekki neitt, algjörlega bitlaus og sigraður, skósóla matur sko. Og allt það gerðist að því að Jesús Kristur fór á krossinn fyrir þessa hluti sem við erum að berjast við. Hann er búinn að berjast fyrir og hann er búinn að taka á sig kvíðaðinn og óttaðinn. Og það er kannski svona einkenni alkoholistans eða fólk sem er að berjast í áfengi og fíkniefni er kvíðinn. Það er svo ógeðslega vond viðbjóður sko, kvíðinn. Ég var svo algjör kvíðasjúklingur sko. En Guð tók þetta algjörlega frá mér. Stundum erum við að berjast, ég er að berjast hluti, laugardagurinn til síðast var alveg ógeðslega erfiður dag og það var allt í messi, alls það. Sprungu leiðslur, áfangaheimili, vatn út allt og niður á allar hæðir. Svo var það þetta, svo var það hitt. Það var alls konar hlutir að gerast. En ég leif ekki kvíðanum að ná bólfestu í lífinu. Ég segi bara Drottinn, og því ég er að keyra á sig bara Drottinn, þú gripinn, þú ert með þetta. Þú hjálpa mig að komast í gegnum þetta. Og þá gerist það. Við þurfum að þegar allt er komið í mess, þá megum við ekki alltaf grípa í eigin vilja. Við verðum að halda áfram og treysta Guði. Hann er með áætlun fyrir lífið. En þetta kostar það að við þurfum að byggja upp trú okkar. Og trú okkar þarf að vera þessi fullvissa það að Guði er sem hann segist vera. Guð setji staði fyrir lífið alltaf. Við þurfum að eiga þessa fullvissu og það er svo mikilvægt. Og besta leiðin til að ná þessari fullvissu það er að biðja Guð og sjá svörin sem koma til staðinn. Það er að lesa orð Guðs til þess að læra að þekkja hann hver hann er. Til þess að við getum gengið þessa leið sem hann þráir að við göngum. Og hver vill það ekki? Hver vill ekki losna við ógeðs áhyggjurnar og alla þessa hluti? Hann kemur inn í fjárhagslega hluti hérna. Hann kemur inn í fjölskyldunni hérna. Hann sameinar það sem sundrað er. Hann byggir upp og býr til nýtt það sem brotið er. Það er alveg sama hvað það er kaka. Þá kemur hann inn í það. Hann kemur lækningu inn í líkamlega einkenni okkar og það sem við orðið fyrir. Hann hefur gert kraftverki mínum, hann gerði í njánum á mér og komið til repin hérna og það var að skipta þessu öll út. En Guð kom bara, það var fólk sem hékk á löpunum og var að biðja alla daga og ég man það, ég labbaði um sali þegar ég var sem vesti, ég gat alltaf að labba sali, ég var svo slæmur og þá var búið að segja mér að vera drep. En það var fólk sem bað fyrir því og ég bað Guð að koma inn í mitt líf, ég bað Guð að koma í lækningu og hann gerði það. Ég fór aldrei í uppskurð, aldrei nokkuð tíma, aldrei og hann læknaði það. Taugasjúkdómurinn minn, þetta er bara farið. Já, þetta er svolítið svona fleygurinn sem er í síðunni á mér sko. Ef ég passa mig ekki þá fara taugaverkirnir og koma nýju. Það gerist leið og ég er búinn að brjóta svona mitt náttúrulega umhverfi. En Guð kom með lækningu inn í það samt sem áður. Og þannig er Guð fyrir líf okkar. Við verðum að hafa trú á því. Þegar læknirinn sagði þetta við í goti, sækjum örguna strax, tekur tíma, þú kemur aldrei til með að vinna meira. Þá heyrði ég þetta hvísl. Er það? Óli, er það þannig? Eða treystur mér? Og ég sagði nei, ég ætla að bíða með að skrifa undir það. Ég er ekki alveg tilbúin í þetta strax sko. Og ég gerði það aldrei sem betur fyrir, ofsig Guði fyrir það. Ég skrifaði aldrei undir þessa örorku. Og ég bara geta unnið síðan það var.
af því að ég treysti Guði fyrir þessum sjúkdóm sem ég bara að bera á þeim tíma. Og það er það sem við þurfum að gera fyrir líf okkar. Þetta á við áfengi, fíkniefni, kvíðan, sjálfsvígs hugsanir, sama hvað það er. Við erum að horfa upp á fólk sem er að deyja, allt og mikið af ungu fólki sem er að deyja og það er svo ógeðslega sárt. Og enn á ný segi ég það og ég mun alltaf standa við það. Við megum aldrei sætt okkur við fórnarkostnaði í mannslífum fyrir þessum sjúkdóm. Aldrei. Því leiðum við gerum það að við erum búin að tapa baráttunni. Og við skulum ekki tapa þessu baráttu. Bara hinga og ekki lengra. Það er það sem við erum að gera. Við þurfum að styðja hvort annað, hjálpa hvort öðru. Eins og við segjum allt, sameiginlega velferðin. Hún er það sem skiptir máli fyrir líf okkar. Að við höldum utan um hvort annað. Og mér er svo gott ef við erum að tala um þetta, þessi hópur sem er hérna inn í dag, sko. Líka þetta að hérna við, og svo kannski bregðumst við, ekki fólki, og þið bregðast mér ekki, við bregðumst okkur sjálfum, eins og þegar bakfall kemur til þess að nýju. Og það er það sem er svo mikið að við sýnum að réttan karakter, guðlegan karakter í líf okkar til fólks. Það er að elska fólk þrátt fyrir það, að því fólki var ekki að gera þér neitt. Það er aðeins einn aðili sem að líður fyrir það, og það er sá sem að lendir inn í neyslulega nýju. Og við mögum aldrei gleyma þessu fólki. Og það getur verið ógeðslega erfitt, það getur bara verið hrikalega erfitt að þurfa að taka það í sátt að nýju, fólk sem hefur kannski gert eitthvað, ég veit að ég er bara að tala um þetta áður. En þú veist, líf okkar á að fjalla það að vera alltaf til staðar fyrir fólk, alltaf tilbúin að beygja okkur niður til fólks, alltaf. Og þetta kemur inn í líf okkar og verður lifandi inn í líf okkar og hluta þjónust okkar, leiðum við lesum orð Guðs og lærum að þekkja hver hann er. Það kemur allt fram þannig í Biblíunni, allt, það sem hann bað okkur um að gera, hvernig við ættum að gera það. Og ég trúi því að í kvöld, þegar við byggjum hérna á eftir, þá trúi ég því að Guð muni vilja að Guð vil tala inn í lífið þitt. Og ég hvet á fyrirbygjendur sem verða með okkur hérna í kvöld, að vera opin fyrir því að taka á móti orði til þín þegar við erum að biðja fyrir þér. Að við erum mörg kannski að leita eftir svörum inn í líf okkar, leita eftir svörum hvað er það sem Guð vill fyrir mig. Það er svolítið gaman að þeim sem er að koma úr hlaðgerðarkoti núna eftir 3 mánaða meðferð, að þá hefur svona byggst upp þessi karakter og þá kemur kjarkun og þorinn til að óska eftir, geti ég fengið að starfa, má ég koma að starfa, ég þrá að vera með. Og það er svo mikilvægt að koma strax og byrja að þjóna. Að þetta fjalla alveg eins og Kristur þjóni, Jesús Kristur þjónaði okkur og við að þjóna fólki. Það er það sem elska fólk til lífs. Engin maður er vondur maður. Engin. Guð elskar alla menn án skilir það. Við þurfum ekki að vera sammála öllum, en Guð elskar alla menn án skilir það. Látum ekki reiði, biturleika og ófyrirgefningu vera inn í líf okkar. Það mun alltaf stoppa þessa tengingu við Guð. Mun alltaf stoppa. Reiði, biturleiki, sársauki, þetta er allt vitlausi steinar eins og ég segi í byggingun okkar. Þetta er bara ekki guðlegi hlutir. Og hérna við lokum fyrir samskiptum og blessan í okkar eigi líf. Reiðin er eins og hvirfilvindur, hann rífur allt upp með rótum, skilur bara eftir sér sviðina og ljóta jörð. Og það er sama með reiðina sem er í okkar lífi. Það mun alltaf eyðileggja fyrir okkur, alltaf. Ef við gerum ísafæti, ég ætla að biðja og svo biðja fyrirbygjendur að koma fram. Bara Faðir, við þökkum þig fyrir að þú ert hér, við þökkum þig fyrir anda þinn sem er hér. Takk fyrir að þú ert að starfa í lífi fólks. Takk fyrir að þú ert að snerta við lífi einstaklinga hér í kvöld, Drottinn. Takk fyrir endurreisn, Drottinn, sem þú þráir að setja inn í lífi einstaklinga sem eru hér í kvöld, Drottinn. Takk fyrir þjónustu sem munu kveikna hér í kvöld, Drottinn. Köllun sem að þú settir við líf fólks mun koma og opinberast fyrir þeim, Drottinn. Og ég bið þig, Faðir minn, að gefa okkur kjark og þor til þess að koma fram og segja hlutina. Ég þrái að þjóna í Guðsríkinu. Ég þrái að fá að finna þá gjöf sem Guð er fyrir mitt líf. Ég þrái að vera blessun inn í líf annarra. Ég þrái að vera hjálp og styrkur fyrir aðra. Og ég bið þig bara, Drottinn minn, fyrir þinn heilaga anda, að gefa okkur að
kvöld í kvöld megi vera svona svo nýr punktur inn í lífi einstaklinga sem eru hér í kvöld. Að megi horfa með öðrum glerugum á lífið sem það sem framundan er. Gærdagurinn var, honum getum við ekki breytt, morgundaginn vitum við ekki neitt. En þennan dag í dag eigum við. Drottinn gefur það mig, hún gefur honum allt þessum degi. Og þannig að fólk finni í kvöld að það er gott að við erum til. Bara blessun og varðveistlinn í vikuna fyrir einn og sérku sem er hérna inni. Kveiktu undir voninni, sterkar og sterkari. Settu svona kærleikan í fyrsta sæti inn í líf okkar. Gaf fólki sem kringum okkur er. Megum við vera salt, Drottinn, hér á jörðinni. Megi fólk finna að við eigum eitthvað sem að þau þrá að eignast. Alveg eins og gerðist við mitt líf. Köllum bara blessun í Jesú heilaga nafni. Amen. Komum nú fram til fyrirbæna og ef þú ert hér í kvöld og hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi inn í lífi, það stendur í orðinu, ef þú játa með vörunum og trúir í hjartanum að Jesús er Drottinn, þá myndi hólpin verða. Þetta er ekki flóknara heldur en það. En það er mjög mikið að við tökum þetta skref. Það er þetta fyrsta skrefi sem við eigum að taka. Amen.